Svellið hlaðvarp sem fjallar samfélagsmál og þær áskoranir sem að karlmenn og ungir drengir standa frammi fyrir í nútíma þjóðfélagi. Ég heiti Birna Pétursdóttir og ekki karlmaður, en ég þekki fullt af karlmennum. Pabbi minn til dæmis karlmaður og maðurinn minn, hann karlmaður og svo líka 2 syni, karlmenn framtíðar. Og eins og allar mæður þá vil ég að heimurinn fari silki mjúkum höndum börnin mín. Þannig að í þessu hlaðvarpi ætlum við að fá til eitthvað gesti, karlmenn og konur og ræða aðeins hvar við stöndum, hvað má betur fara, hvert við stefnum, hvað má ekki og bara hvað í gangi. Og með við skautunina sem hefur verið í samfélaginu að þá mikilvægt að finna jafnvægið og við ætlum að hætta okkur út á svellið í þeim tilgangi. Baldur Ragnarsson stýrir upptökum og hann líka karlmaður og getur hnift í mig ef ég á algjörum villigötum. Baldur, viltu segja hæ? Í þessum þætti ætlum við að fjalla og taka fyrir árangur í lífinu, hvorki meira en minna, og það komnir 2 mjög góði gestir. Annars vegar Magnús Harðarsson, forstjóri Kaupallarinnar, velkomin. Takk. Og Þráinn Freyr Vigfússon, kokkur og veitingastaðaeigandi. Verið velkomnir. Takk fyrir. Þið náttúrulega báðir mjög successful kallmenn, að minnsta kosti opinberlega út á við, en á mjög ólíkum vettvangi. Og þess vegna þið hingað komnir. Það ekki smá bomba. Áður en við hættum okkur út á svellið, þá langar mig að biðja þig bara aðeins að deila með okkur, Magnús, þínum hugleiðingum varðandi þetta efni. Hvað það að vera successful kallmaður, árangur í lífinu? Já, árangur í lífinu. Ég veit ekki hvort ég þið svaraði þessu eins fyrir 10, 20, 30 árum eða á yngri árum, en í dag þá líti nú þannig á að árangur skilgreinist ekki af stöðu eða titli eða ríkidæmi eða fjölskyldumynstri, heldur að því sem gerir fólk hamingjusamt. Þannig að í mínum huga skilgreinist árangur þá frekar að því hvernig manni líður, frekar en því hvernig maður ef orðað þannig í huga annara og því sem maður á. Og ég náttúrulega árangur en á árangri þar skiptir auðvitað tækifærin miklu máli, en ég held til líka að það skiptir mjög miklu máli að hafa þá hugrekkið til að lifa lífinu í samræmi við eigin gildi og samfæringu, svona skapa sér líf sem maður sáttur við. Þetta mín skilgreining á árangri. Ertu sammála þessu? Já, ég held að þessi bara mjög vel árið komist. Ég held að eftir því sem árin líða þá breytast alltaf hugafarið og kannski má segja að maður mýkist með árunum og einhver leiti og fara að hugsa fleiri hlut en akkurat það sem maður var að hugsa þegar maður 20 og 25 ára og hvað maður hélt að vera árangur, hvert maður ætlaði og sá alltaf eitthvað fyrir sér. Akkurat. En það smátt og smátt þá fer að sjá þetta í víðari ljósi. Þannig að já, ég myndi bara alltaf vel komist áriði, sko. Og það þetta bæði, finnur maður að hjá sjálfum sér, eitthvað sem maður sjálfur, einhver árangur sem maður vil sjá hjá sjálfum sér, eitthvað sem kemur innan frá. En svo þetta samfélagið, foreldrar, það eru margar breytur sem hafa áhrif á það, og ýta manni og toga í allar áttir. Þú fer til dæmis að læra kokkinn, það mjög allavega hef ég heyrt, mjög karllæg orka þar og mjög árangursdrifið og mikil pressa. Já, akkurat. Finnst þér þín skoðun á því hvað árangur hafa breyst síðan þá og upplifir þá og svo vera sparkaðir í ákveðna átt? Já, ég held að þessum bara alls þar í þjóðfélaginu breyst, held ég. En jú, það alltaf klálega þessi bransi breyst mikið og myndi ég segja til þess betra. En auðvitað alltaf fín lína að pressa, ægi og allt þetta, það þarf alltaf að hafa haga, en það bara kannski spyrja hvernig þú kemur á orðið að því og hvernig þú setur það upp og ég held að grunninn þar að líða vel í vinnunni, því sem þú ert að gera, list eða eitthvað annað. Þannig að ég held að það var kannski ekki mikið verið að pæla í því, allan þegar ég var þetta, það var nú bara mættu eða ekki, sko, og maður fann það bara, en
á samanskapi lærir maður ótrúlega mikið Já. en og samanskapi hefur þetta alltaf smátt bara lærir maður á lífið og þá smátt vill maður kannski ekki gera þetta eins og maður upplifa og það held ég kannski sem ég hef svona sett mér fót þegar ég ætla að opna veitingastað þá ætlaði ég sko alls ekki að gera þetta eins og ég upplifa þegar ég var að byrja að læra kokkinn sko. En það náttúrulega rosa oft talað það sem svona dyggð hjá karlmönnum, kannski gegnum tíðina og sérstaklega áður fyrir þetta að geta unnið undir rosalega mikilli pressu og vera ekki viðkvæmur og allt þetta. Er þetta eitthvað sem að þú myndir leggja upp á að leggja upp með að hafa ekki eins mikið inn á þínum? Já, ég held að kannski líka bara svona meira persónulega, meira mannlegra að þú veist, þetta er ekki vélmenni þetta eru persónur sem mæta á mismunandi tím, mismunandi upplagt og annað og þarft stundum að svona koma og bara hvað sem var svona nálgast daginn stundum öðru sig og ef einhver er á erfiðan dag þá þarf stundum bara að ræða það sko. En heilt yfir náttúrulega eru veitingastæði byggður upp bara eins og bara, þetta þarf alltaf að tikka bara svo vel í bíl sko, hún þarf að fara í gang og gestinni koma og þú þarf alltaf að ganga upp sko. En ég held að það þurfi bara að aðeins meira persónulega meira, já, þú veist, ef þú sér þig á okkur og þá bara tekið til liðar og spjalla eða hvað sem þarf að þú veist, það er kannski þessi hlutu sem kannski það var ekki mikið að því í gamla dag það var bara mættuð ekki En hvað segir þú? Það líka svona krafa og hefur verið svona meiri mýkt hjá karlmönnum að þeir sýni aðeins meiri mýkt. Hvernig upplifir þú það? Jú, alveg klárlega. Ég og auðvitað það nú bara til þannig á fjármálamarkaði að það talandi karlega greinar að það er nú ekki jafn kynjahlutföllin á fjármálamarkaði. Það ég synd að segja. Og reyndar getur verið tölvöld erfitt að breyta því til dæmis tökum einhverja deildir þar sem er bara algengt og eru bara eingöngu karlmenn sem sérstaklega algengt hjá þeim sem eiga viðskipti á markaðnum til dæmis að án þess að það sé einhver með einum að kenna þá er mjög erfitt fyrir einhverja eina til dæmis konu að koma inn í það umhverfi. Akkurat. Þú breytir því ekki, það er eiginlega varla hægt að breyta því umhverfinu að bara koma með nokkrar konur í einu sko. Og meðan þar eru svo fáir þá náttúrulega líka vantar fyrirmyndan. Þetta er rosalega mikilvægt og í sjálfu sér kannski ekki að ætlast til þess að það standi upp einhvern einn að breyta þessu en það er ekki alveg það getur verið flókið að breyta þessu en jú, meiri mýkt kannski meiri svona kurteisi þannig reyndar í Kauphöllunni, ég er búin að vera lengi í Kauphöllunni, ég er búin að vera í 23 ári í Kauphöllunni að ég hef nú auðvitað upplifað samskipt við ansi marga innan Kauphöllunnar en líka út á markanum í mismunandi þetta er auðvitað þetta er aðeins svona svolítið mismunandi eftir í hvað adrenalínið flæðir kannski mikið á hverjum stað og en ég nú verið svo heppinn að í Kauphöllinni þá hefur nú svona held ég bara kynjaskiptingin lengst að verið nokkuð jöfn og bara tónnin alveg svona tón frá því topp eins og maður segir hefur nú verið svona á virðingu og í raun og veru bara nokkra mýkt sko þannig að ég kannski svona í mínu nærumhverju vinninni þekki svo sem ekki kannski þessa hörku sko nema bara auðvitað er það stundum í Kauphöllinni svo annars þannig það er ekki bundið við karlmenni sérstaklega auðvitað þarf ofta bretti vermar og vinna eitthvað undir pressuð álagi algjörlega sko það gerist eitthvað hjá einhverju fyrirtæki og það þarf að stöðva viðskipti og það þarf að gerast í kvelli og það svo dæmis í tekið en það við reynum bara andi gegn nefi svolítið sko. Ef þið horfið aðeins svona tilbaka bara frá því að þið voru ungir óharðnaðir drengir hverja voru svona fyrirmyndirnar á þess að þurfa að nefna einhver nöfn sko en svona og voru þær var þar mýkt voru þú veist karlmenn svo þáttakendur inn á heimilinu og að sinna svona þessum hlutverkum sem að oft á tíðum féllu í hendur kvenna. Upplifðu þið það þegar þið voruð að mótast? Sáu þið, voru karlmenn ykkar fyrirmyndir ykkar karlkyns fyrirmyndir mjúkar? Já.
Já, ég held að mjúkar, já, ein og ein, en kannski heilt, nei. Nei. Þannig að ég held að svona að því leitin til, já, en ég held að svona fyrirmyndir í starfi þá þetta var bara mikið unnið og menn voru valla, þú veist, eins og ég kalla, maður var eiginlega svona fríreinskrakki bara, þú veist, þú ráfaðir bæinn bara og ólst þig svona upp að einhverju leyti en foreldrar unnu mikið og voru bara að vinna, þannig að, já, og aftur kemur því, það var nú bara mjög skemmtilegt tími sem Já. þannig að ég myndi ekki kvarta og vilja ekki breyta því neitt, sko. Nei. Nei, í mínum hverju, það var kannski ágætis mýkt en kynjahlutur voru nokkuð svona stöðlu samkvæmt svona hefðbundnum eða gamaldags eða hvernig ég orða það skiptingu og fyrirmyndina voru í kringum mig og bara, ég meina foreldrarnir og amma, mjög góðar fyrirmyndir og ég held að það hefur þetta hjálpað mér svona að því marki sem maður hefur eitthvað þurft að eiga við einhverja svona neikvæða kallmennsku sko eða harða að ég var alveg þannig upp sko að láta það ekki skipta mig allt og miklu máli hvað öðrum finnst sem var sko ekkit endilega mjög einfalt þegar maður var hérna mætt í föðurlandinu í undirbuksunum í leikuminn og þurfti að sína allum eða ráfandu með lambúsettuna sko sem manni fannst ekkit voðalega kúl sko þannig að en mann var bara kennt að þetta væri bara gott fyrir mann og ef öðrum finnst það aðstæðanlegt þá er það bara þannig, þeir þurfa ekkit að ef maður breytir hlutunum til að geðast einhverjum öðrum, þeir þurfa það ekkit að bera kostnaðina einhverju mistöku sem maður gerir við það að þóknast þeim sko, þannig að ég hef mjög ákveð uppbyldi hvað þetta varðar sko, þannig að fylgja ekkit endilega straumnum sko, nú svona varðandi hins vegar sko þegar kemur einhverjum fyrirmyndin til dæmis í lífinu, ég nefni aftur foreldrina og af og ömmu, frábærar fyrirmyndir en við lítið svona í víðara samhengi sko, þá má ég segja sko að þegar maður er að hugsa svona hvað maður ætti að gera í lífinu hvert maður ætti að stefna þá var ég lengi í svona hálfgerðri krísu sko vegna þess að þegar maður er að hugsa svona fólk sem hafði náð árangri en ekki endilega þann hátt sem ég var að lýsa hérna áðan, heldur bara svona meira þú veist komst í þessa stöðu hinn eða hafði safnað einhverjum auði að þá svona var ég með einhverja staðalímynd í huga sem svona hugnaðist mér ekkert einmitt var þessi harði karlmaður sem mér fannst ég ekkert vera sko og lengi vel gekk ég svona með þá grillu að það væri eiginlega nauðsynlegt til að ná árangri í lífinu eða ná árangri á þessum sviðum sko og svo bara einhver tímann svona, en ég var heldur bara komin vel á 30-aldurinn, það rennur upp fyrir mig ljós þegar maður bara svona lítur í kringu sig, les bækur, fylgist með að það eru ótrúlega mismunandi típur sem ná árangri. Það er engin ein típa, það er extrovert og það er introvert og það er fólk sem er alls konar bara alls konar persónueinkenni sko, sem bara sem nær árangri og þegar það var mikill léttir að komast yfir þessa svona ímynduð og fölsku staðalmynd í mínum huga og það svona svolítið svona ruddi brautina fyrir mig aftur, náttúrulega stutt með mínu uppeldi sem ég lýst á þannig að bara vera ég sjálfur sko. Akkurat, þið eru báðir í þeirri stöðu að vera svona leiðtogar eða svona stýra með mannaforráð hvað gerir góðan leiðtoga og hvaða máli skiptir það þegar þú ert með fólk í vinnu hjá þér og þá sérstaklega langum að biðja ykkur að hugsa það út frá svona þessum karllægu gildum. Já, sko í mínum huga það nú mjög svo bara að vera heiðarlegur sko. Að heiðarlegur og einlægur auðvitað þarf maður að leggja fram einhverja sýn en það gerir maður oftast í samstarfi við aðra maður þarf að hlusta rosalega mikið því að maður er ofboðslega í raun vanmáttugur einn maður það sem maður í raun og veru gerir þegar maður nær árangri þá er það vegna þess að það koma svo margir aðrir að og koma með sitt innlegg inn í ákvörðunartökuna það er ofboðslega mikilvægt og það er bara þannig að
svona ferli fram á við eitthvað samsuð af einhverju samtali frekar heldur en að það sé eitthvað svona sterkur leiðtogi sem veit allt og bara þetta leiðin og nú fylgið mér á bak við þessa fylgist eða baki mér vegna þess að þetta vegurinn sko. Það miklu meira að maður ekki svo mikill kjáni að halda að maður get ekki grætt á að því að hlusta á fólkið í kringu sem þetta veit hlutina bara margoft miklu betur en maður sjálfur og svona upp úr samtali kemur eitthvað sem miklu betur en hvert og eitt okkar kemur upp með. Akkurat. Það svo áhugavert, þú veist, að þú ert að tala árangur í lífinu og nefnir þessa þætti að þetta ekki, þú veist, peningar eða völd eða eitthvað slíkt, en akkurat núna með tilkomu samfélagsmiðla þá það rosa fókus á það hjá, þú veist, ungu fólki í dag, það rosa pressa að eiga hitt og þetta og það svona duldar auglýsingar allstaðar og við alltaf að fá fregnir af því að ungu karlmennir okkar ekki þeim líður ekki nógu vel, þeir ekki að fóta sér nógu vel og þeir finnst þeir ekki standa sér nógu vel og það hópur þarna sem bara reiður finnst að sér vegið. Hvað akkur haldið að það sé? Haldið að við séum, það kemur til dæmis fram í rýnihóp hjá UN Women að það hópur drengja sem að upplifir að samfélagið sér að gera kröfu á það sem að ekki samræmi við það hvernig þeim líður innra með sér. Þeir kannski sumir hverjir í einhverju svona meiri tengingu við alfa kallin í sér en upplifa að það sé verið að reyna að berja það úr þeim statt og stöðugt. Hvað haldið þið að sé til ráða? Hvar standa karlmennir okkar? Skiljiði þá? Skiljiði reiðina sem eldri karlmenn? Já, ég held að þessi svona dag sem bara breytti tímar sko. Þetta breytt hratt, þannig að maður ætla að setja sig í fótspor það eitthvað sem 20 árum yngri maður sjálfur að þá þetta bara akkurat með þetta bara stanslösa fít á þessum samfélagsmiðlum að ég held að þessi krafa komir ekkert kannski bara svona byggist innan hvers og eins að hann þarf að vera þetta, þarf að vera þetta og þarf að gera þetta þetta, þú veist og þetta alltaf að vera alveg upp á 10 allstar sko í ræktinni og fara að skíða og fara þarna og ná þessu þú ert að vera í skólanum og þú ert að vinna og þetta peninga líka sko í dag krakkar sko já, maður krakkar og þarf að segja öllum frá því, það þarf allir að vita já, og fara út að borða og maður bara, þú veist, ég fór ekkert út að borða þegar ég var nemi sko, ég átti ekki peninga fyrir, ég hafði bara tíma fyrir vinnun og ekkert annað sko þannig að maður var ekki að gera svona helmingina þessu hlutu sem krakkarnir í dag allavega að gera sko. Akkurat. Þannig að ég held að þetta sé svona bara samfélagslegt sko, já. Já, ég velti fyrir hvort að það sé kannski svona ákall til einhverja fortíðar sem aldrei var mögulega líka. Þetta svona svolítið hart. Ég man ekki til þess að kynja hlutverkin hafi verið kannski svolítið öðruvísi hérna fyrir sem 50 árum heldur en þau í dag. Þá man ég ekki eitthvað, þá man ég ekki endilega eftir einhverju svona off-forsí að þetta þið vitið að þetta sem farið fram með það en jú, ég meina og líka eins og þú segir sko að kannski eru líka bara gröfur sem fólk gerur og það tengist kannski einhverjum samfélagsmiðlum þó ég sé alveg hræðilegur til að tala samfélagsmiðla því ég hef aldrei verið á samfélagsmiðlum og ætla aldrei að vera á samfélagsmiðlum og það bara ákvörðum svona mína geðheilsu að gera það ekki. Já, þetta sé ákallir eitthvað fortíðar sem aldrei var og Þráin nefndi sko ákveðna kröfur til að allt þurfa að vera upp á 10 ég segi bara eins og hann, maður var góður en maður bara náði góðum svefni og gat sinnt sínu sko og þegar maður var í námi ég var einmitt að rifja upp með koningjar þegar maður var í námi í erlendis háskólanámi og var í ná á í ekki námsíbúð, bara inn á herbergi með sameiginlegu klósetti fram á gangi að sko það voru ekki merkileg húsgögnin í því herbergi það voru einhverjir stólar og ég held að bara litli ísskápurinn hafi verið borð og þannig að það var allt mjög svona spartanst sko Já, og þetta náttúrulega fer ekki alveg saman af því að ég meina
ef við erum að tala um einhvern mælanlegan árangur að, þú veist, eiga húsnæði, ungt fólk í dag á ekki húsnæði, það getur ekki komist inn á húsnæðismarkaðinn og þannig að þetta svona fer ekki alveg saman, en samt þessi stöðu að krafa einhvern veginn að eiga meira og líka, og það stöðugt svona áreiti þetta í gegnum þessa samfélagsmiðla sem ég held að þú sérst að taka mjög góða ákvörðun að vera ekki á, en þarna þetta fólk sem bara elst upp við þetta, algjörlega bara mikið af þeirra upplýsingaflæði kemur beint þaðan. Bara hlutin eiginlega gerast ekki nema þessi búið að byrta eitthvað það á samfélagsmiðlum, akkurat maður kannast vel við það. Við tölum aðeins það áðan, svona áður en að þátturinn byrjaði. Þú varst að tala um hvernig svona á hundavaði og í rauntíma þú hefur þurft að bara taka öllum þessum breytingum sem að hafa orðið í samfélaginu og svona breyta þínum viðhorfum kannski sem kallmaður. Geturðu svona talað aðeins um það? Já, ég held að kannski þegar maður með mikið og svona flóra af starfsfólki þá náttúrulega að nálgast starfsfólkið sem bara myndi taka hvernig ég var læriði að verða kokkur og hvernig umhverfið var og allt svo laus og svo útskrifst maður og svo fann maður að vinna og vinna í til þess bara veiðhúsum hérna upp á Hálendi. Þar varstu bara í litlu kofa með 2 stelpum og þú þurftir að láta allt ganga og þú gast klálega ekki komið fram við þau eins og kokkandir komið fram við þig þegar þú varst að læra. Það er kannski svona, já, þar byrjar maður þurfti bara að koma rétt að fólki smátt og smátt, læri maður með bara hæfnið sem maður gerir bara nógu oft, þá ertu bara alltaf að vera betri að koma með beiðnir á oft erfiðum tímum eða þeirra mikið undir og þá þarftu að halda þessu tempói og þetta rúlli allt sem slíkt. En ég held að bara mjög mikið viðsnúningur og ég held að sko aftur segi bara þegar maður ætlar að opna stegið og vera sín eigin herra, þá fannst mér þetta rosalega stór punktur í því að ég vil alltaf alls ekki hafa þann vinnustaða kúltúr sem var í gangi í gamla daga. Hvaða kúltúr það? Það bara, þú veist, mun harður, menn, þú veist, einelti, bara orðið eiginlega bara það sem það sko, að einhverju leiti. En líka kynjað að einhverju leiti. Já, og svo ef bara snúum við það líka þá náttúrulega bara að margir stelpur sem hún læra á sama tíma og ég, þú veist, það kannski fundu sig ekki eins í þessu að þetta var bara ekki hvað sem þetta var bara of kallægt að þeir litinu og hart, en oftar en ekki voru þær bara bestar í þessu sko. Og í dag þá er ég bara með frábæra, til þess núna með 2 stelpur sem hún læra hjá mér, alveg frábærar, bara með betri sem ég sé sko. Þannig að það voru svona einhverja sem heldust úr lestinni bara út af aðstæðum Já, og þetta var alltaf bæði kyn sko. Já. Og maður segja bara þetta kannski svona survival of the fittest svona þannig að en aftur bara breytt þjóðfélag og þú veist maður styrtist rosalega við þetta og maður var færa því að maður lagði bara ennþá meira á sig alltaf maður ætlaði ekki að láta neitt öskra á sig eða þess að þetta var þannig að en í dag þarf maður bara að mótivita fólki öðru sig það þarf ekki að öskra fólk til að mótivita það er leiðvill, þú ætti að koma betur að gefa þeim eitthvað svona hvað sem að þau sjáu í árangurinn og aðalega bara fá að vera með í mótun af og taka kredit og vera partur af því að byggja þetta af því að þú veist hann sagði það er ekkit það er alls ekki einn maður sem byggir fyrirtæki. En það er svona samt stereótypan, það er svona maður í jakkafötum sem að stjórnar og ber í borðið og öskrar það er svona alveg svona þessi grimma stereótypa sem að við einhvern veginn þekkjum öll, en hún er kannski bara algjörlega á undanhaldi eða hvað. Já, ég velti meira að segja fyrir hversu algeng hún var vegna þess að hverjir fylgja sér á bakvið slíka, þú veist, þetta getur þetta verið og fólk nær stundum furðulegum árangurum með því sem maður finnst vera astanlegar aðferðir sko, en ég held að þetta séu samt undirtekningarnar í raun og veru, þetta séu svona einhvers konar góðsagnir sem hefur verið haldið á lífi en ekki alltaf í samræmi við raunveruleikann og að því hún nefndir nú samfélagsmiðluna náðan sko
og svo kröfur sem unga fólki finnur í dag, það er kannski líka verið að byrta svona rauntíma góðsagnir Akkurat. þar, af því að þú byrtir eitthvað algjöra glansmynd, allt sem gengur upp og ef maður ber sér saman við það að þá er maður aldrei að fara að ná maður er alltaf í tapstöðu þar. En svo spyr kannski fólk sig ekki endilega spurningar af hverju ætti líka í fyrsta lagi að vera alltaf þessar hluti sem verið að sína sko. En ég vorkenni unga fólkinu hvað þetta varðar í dag, því að þetta er örugglega mjög erfitt. Ég geti rétt ímyndað mér til dæmis eins og þú nefnir einelti það var auðvitað einelti hefur náttúrulega verið með bara við sem þetta hætti í gegnum tíðin og nú náttúrulega byggðu tæknin upp að svolítið öðruvísi einelti en áður var og ég get rétt ímyndað með hvernig mér hefði liðið ef það hefði verið að byrtast myndir að mér að einhverjir skólafélagar hefði verið að gera grína mér á samfélagsmiðlum hérna ég gangaðum í lambúsettunni sko þið vitið svona ég þarf að fara að sjá myndar í lambúsettu þarna kemur þessi hérna þarna kemur þessi nörd sko eða þið vitið þetta er auðvitað mjög erfitt það getur verið erfitt við þetta eiga maður auðvitað sýnir því skilning og hérna en ég get bara eiginlega tekið undir það sem foreldrarnir öldum upp í að maður bara má ekki venja sig á að fylgja straumnum, maður verður alltaf eins og maður segir eins og bara í íþróttunum maður verður alltaf að stíga á boltan og hugsa hvað er best og vera trúr sinni sannfæringu sko. Það er áhugavert og kemur upp úr þessari rýnihópa vinnu hjá UN Women að ungir drengir er að leita og googla rosa mikið skill building, hvernig þeir geta byggt upp þekkingu sína og kunnáttu og hvernig þeir geta náð árangri í lífinu, undirbúið sig fyrir vinnumarkaðin. Hvað myndu þið segja við þessa? Hvernig getur ungur kallmaður sem best byggt sig upp og gert sig tilbúin og erum við að horfa nægilega mikið á svona soft skills, mjúka hæfileika eins og samskiptahæfni og annað slíkt? Sko, mér samskiptahæfni er alveg gríðarlega mikilvæg og þetta hefur hún til dæmis mikil áhrif á mann þegar maður er til dæmis fólk í atvinnu við það er ekki bara ferilskráin sem það sýnir manni sem ræður úrslitum heldur þetta einmitt þetta fólk sem maður sér að hefur mikla getu til að hreyfa sig úr þeirri frá punktunum sem það er í dag í eitthvað miklu meira það er svo mikilvægt að skynja það er fólk sem er svona opið fyrir því að læra og hlusta en ekki endilega fólk sem kann allt til að byrja með það er nú svona unga fólk sko það er skólarnir náttúrulega þú lærir einhver ákveðin fræði í skólanum þú sérhæfðir með einhver ákveðnum hætti og kannski kannski aðalráðið og þú kemst kannski aldrei nema ákveðin langt með því þannig að það er mjög mikilvægt að finnst mér fyrir ungt fólk ef það hefur tækifæri til að stíga eitthvað starf inn á vinnustæði í sumarstörf eða komi eitthvað skamman tími inn á einhverja þó það sé ekki starf til framtíðar, þá held ég það sé mjög mikilvægt að þeir svona kynnast atvinnulífinu, það er alveg gríðilega og líka bara svona að prófa mismunandi hluti, það er svona þannig að maður má til dæmis ekki láta námið hefta sig, maður er búin að læra eitthvað ákveðið og maður má ekki láta það setja sig allt á þröngan bás því að það er svo mikið af námi þar sem aðalgildið felst ekki í fræðunum sem þú lærir þó þau séu auðvitað verðmætt líka heldur þú lærir að hugsa krítískt þú lærir að þú lærir að læra og þú lærir að fá einhverja yfirsýn yfir efni. Þannig að ég lærði hagfræði og ég er búin að vera í fjármálageran núna svona stærstan hluta starfsæfinnar en ég held að í sjálfu sér hefði ég alveg geta nýst svona álíka vel í bara allt öðrum atvinnugreinum og þannig að það er mikilvægt að prófa og finna hvar ástríðan er því að þar sem ástríðan er þar líður manni vel þar nær maður árangri Hvað segir þú? Já, ég held að þessi bara hugafar nummer 1, 2, 3 og akkurat bara eins og nefndir að
að prófa að vinna eða vera búin að vinna eitthvað bara verk, bara þú veist skipuleggja sig, þú veist hafa einhverja kunnóttu í bara að hafa hreyft líkamann í einhverju vinnu eða gert einhverja svona, já, vinnu, af því að ég held að hugarfarinn með 1 og 3 er eiginlega fyrir mér það langmikilvægasta í lífinu, af því að ef þú ert tilbúin að læra, tilbúin að leggja á þig og vera, þú veist, svona þessi svampurinn í byrjun, sem fyrir mér oft krakkar held ég hérna í dag kannski hugsa ekki alveg nóg oft, þau hugsa um pening og mikið um peningin sem kannski akkurat samfélagi í dag að þau þurfa að eiga fyrir öllu, að í staðin fyrir að byrja bara að reyna við þessi þekkingu og læra sem mest og hérna svo koma peningarnir á endanum, þú veist, ég held að þessi meira akkurat að allra fyrir mér sé þetta þannig að það er, þú veist, ef þú ert bara flottur í þessu gera og ert með passion eða ástríðu og opinn hug, þá muni þér vegna vel, en það er bara, þú veist, það kemur á endan. Akkurat. Þegar ég var í menntaskóla, þá ég var í menntaskólum á Akureyri og það voru á þeim tíma, ég held að sé nú aðeins búið að breytast, voru rosa miklu fordómar fyrir svona verkgreinum, þeir voru talaði rosa niður og hvað sem það var, sko, og hérna, og sem að auðvitað algjör synd, en síðan einhvern veginn fattaði maður að á sama tíma gerð rosa krafa á kallmenn að kunna alla þessa hluti, einhvern veginn bara frá náttúrunnar hendi, þegar þeir eru, þú veist, konum með heimili að þá eiga þeir að kunna að bora í vegg og laga opn, en þú veist, God forbid að þeir fari í píparan, sko, en kunna samt að gera við, sko, klósettið. Hvað, hversu handlagnir eru því? Ég sé bara strax að þú ert ekki svona farin að... Ég held að jafnvel þó ég myndi miða hamrinum á þumalinn, þá myndi ég líklega ekki hitta, en ef ég væri að reyna að hitta nagla, þá fara hann líklega beint í þumalinn, sko. Og kemur það við karlmennskuna í þér? Að, þú veist, finnst þér að þú eigir að kunna þetta? Þú veist, alveg hreinskilur? Eiginlega, nei. Þarna, sko, ég gerir mér algjörlega grein fyrir þessum, samfélagslega þrýstingi, sko, algjörlega, en ég hef svolítið hundsaðan og það er bara í samræðu mitt uppeldi að bara reyna að fara minn veg, sko. Ekki það, ég ætla ekki að lýsa þessu sem að kunna þetta ekki sem einhverjum sérstökum kosti, það bara, það var auðvitað oft gott að kunna meira í þessum vefnum ef maður kann, en þetta trufla mig eins og það er ekki mikið, sko. Nei, en þú? Ég líti á þetta svolítið pínu eins og þú spyrja kannski mig að ég ætti að kunna lögin lögfræði eitthvað svolítið, eða ætti að kunna, þú veist, að ég er alveg handlægin og svona kem af það kannski þannig fjölskyldu, en ég og mikið að vinna með höndunum og allt það, en ég held að, þú veist, akkurat að kunna eitthvað, það er alltaf bara þess að vera góður í íþróttum með þessu skilur, þetta er mislagt og allt svoleiðis, þannig að ef ég ætti að þylja upp einhver handrit og standa fyrir fyrirlestri, þá held ég myndi örugglega algjörlega, koksa á því, þannig að ég held að þetta sé bara alltaf eftir í hvað, En þú ert alveg meðvitaður, þú veist að þessari pressu svona, eða, þú veist að kallar eiga að kunna þetta og þú veist, og það er svona, þetta kannski eitthvað búið að breytast, en ég veit að til dæmis að ég og maðurinn minn höfum í okkar 10 ára sambúð 2 sinnum tekið baðherbergi í gegn í okkar íbúðum og það er í 1-2 skiptin sem að hjónabandið okkar hefur staðið bara tæft, en þar, sko, það var svo áhugavert að sjá okkar ólíka nálgun á þetta, því að þegar við vorum búin að þá, þú veist, þetta kostaði bara leiðindi og erfiði og blóðsviti og tár, svo er þetta búið að sparaði okkur fullt af peningum og ég var alltaf rosa ána með það, bara horfði á þetta, heilda myndina, þú veist, sumpínu skakt og ljótt og eitthvað, en virkaði og var bara fínt og ég upplifði bara svona, vá, þú veist, við gerðum þetta bara og spurum fullt af pening og þetta bara lúkkar, en hann sá bara annað fúuna sem var eitthvað skrítin og skökkuflísina í horninu og þessi mjúki maður, þetta fór bara svona beint í kallmennskuna á honum og hann bara eitthvað svona, þetta er bara, þetta á ég að kunna, þetta er bara glatað og eitthvað svona. En er þetta ekki líka bara í báðar áttir að því að samfélagi akkurat gamla dag var þetta konan átti að sjá heimilið og kunna alltaf þótt og þetta og kallinn átti að sjá úti og byggja og allt þetta, en núna er þetta bara algjörlega víxl allt, sko, þannig að oft akkurat
konur finnist þær að kunna þetta ekki en svo kallar eitthvað Já, prjóna eða já, eitthvað, ég elda held mat. að þetta sé svolítið sem betur fyrir þetta bara algjörlega víksl sko. Því að konur geta alveg gert nákvæmlega þessa hluti sko. Já, Líka einmitt. Já, en líka ég tek líka eftir að talandum svona staðalmyndir hvert verið að beina fólki sko, tek eftir svona unga fólkin í fjölskyldinni bara í kringum mig að sko það þessi, að tala verknámi til mig sérstaklega að ég bara mörg dæmi bara í svona nánast í mínum innsta ring sko að sko fólk var kannski fyrst bara alveg hérna á sko ef að kalla það svona stöðluðu brautinni Já, þú ferði í menntaskóla og klára það og svo ferði í eitthvað bóklötnám í háskóla og svo framvegis og það þangar lág leiðin sko og jú, það eru sumir sem alveg blómstri því og finnst það bara mjög gaman og hafa í raun að finna ástríðuna þar sko eins og auðvitað, það er eitthvað dreifing á þessu hvað fólki finnst skemmtilegt en að bara sjá það þegar fólk tekur loks ákvörðun heyrðu þetta ekki fyrir mig kannski búið að tapa svona inn að gæsaleppa árið eða tveimur sem gerir nú ekki mikið til þegar allir á botnin kvöld og finnur eitthvað annað finnur verknámið finnur listina, finnur einhver aðra hérna fyrir einhverja tæknibraut eða gerir eitthvað svona annað sko að sjá fólki bara sko lifna við og verða það sjálft sko bara þvílíkt dásamlegt að sjá þannig að maður þarf að vera svolítið líka opinn fyrir því að veist, það ekki allir að fara leiðina sem ég fór sko. Nei, þetta er og hérna opbáslega mikilvægt að ég held að þetta sé nú bara allt karlmenn í fjölskyldunum sem ég er núna að hugsa sko. og hérna það þarf bara að gefa þeim fyrir svolítið frelsi að vera sem þeir eru sko, og fara bara svona alls konar sko. ekki vera þessar staðalmyndir sko. Akkurat, já, einmitt, það er kannski er þetta líka og jú, ég held að þetta sé alveg búið að breytast töluvert sko, en þú veist, það var einhvern veginn tilfinning manns að ef einhver ætlaði verknám þá hefði hann alveg getað farið bara í hörð efni sko, þú veist, þetta var bara svona þetta var ómikið sko, hérna, í aðra áttina en svo held ég að það hefði bara svona landlægur skortur á pípurum eða eitthvað og þá bara þurfti að fara í eitthvað naflaskoðun fór alltaf stað að auðlýsa upp það já, bara ríkisstjórnin þurfti bara að taka taumana já, akkurat nákvæmlega ok, en þannig að þið svona sitið alveg ágætlega í ykkar karlmennsku, en mér langar að biðja ykkur ef þið ættið að skilgreina þetta fyrirbæri karlmennska, hvernig myndið þið gera það? Hvað er alvöru karlmaður? Hvað er karlmennskan fyrir ykkur? Mér bara verið alveg hreinskilnir. Já, gamla karlmennskan er náttúrulega auðveldar að held í skilgrinu heldur í dag. Já, það byrja á henni. Já, það er bara þessi sem á að kunna akkurat þessi að smíða og vera harður og bara væta fyrir, koma með peningan á heimilið. En í dag held ég að þetta sé náttúrulega bara orðið svolítið, bara línurnar eru svolítið jafnar við kvenfólk og kalla þessu, þetta mjúki karlmaðurinn á að vera hér en til staðar alltaf og hérna og alltaf að vinna og standa sig í splittinni í þá sambandum hvaða samband sem það er í dag en hérna þannig karlmennskan held ég sé bara orðin svolítið já, hvað er orðið? Það er eitthvað orð sem ég er að leita höstum sem er ekki alveg ná fram ég held að það sé þessi svona já, metrosexual hérna, svona já, svona fluid fluid sko, svolítið svona sem hybrid version, hybrid version það var orðið sem ég var að leita okay. Sem er svona fer á milli bara algjörlega Já, ég meina gamaldags ímyndina karlmennum var náttúrulega líka þessi hugurarki maður sko sem lét ekki træða sig sko ég held sko mín allavega skilgreining á karlmennsku ég er náttúrulega viss með hún sé svo frábúruðin hérna skilgreiningu því hvað er að vera kvenmaður en svona er raun og veru myndi ég að segja með þetta hugur með vísin þetta gamaldags hugrekki að þora að vera maður sjálfur það finnst mér vera alvöru karlmennska að þora að vera maður sjálfur og sama hvað það er þá sama hvað það er, já eða kannski bara alvöru mennska
alveg mennska, já. að þóra að vera sá sem maður Og láta það ekki trufla sig hvað öðrum finnst. Nei, Þó maður sé en vera það er ekki alltaf ábúðsættur. auðvelt hins vegar. Það er Nei, augljóslega. það er þetta. Og sérstaklega þegar áreitið er eins og það er í dag. Já, Akkurat. Myndi ég segja þið, sko, að því að konur hafa náttúrulega ára langar einslaði að pakka sér inn í smá svona form og vera svona palatable og þægilegar í karlarýmum, en það hefur kannski síðustu ára orðið svona meiri krafa á kallmenn að gera slíkt því sama og svona vera þægilegri í kvennarými. Hvernig það er ljóst að það er einhverjum hópi í samfélaginu sem finnst að sér vegið, karlmönnum, sem að finnst þetta bara óþægilegt og vilja bara fá að vera kallar að kallast. Finnst ykkur, að ykkur vegið? Hafið þið skilning með þessari reiði og þessari svona, skiljiði hvaðan þeir eru að koma? Að þurfa, einhvern veginn, já, ég held að það virðist vera allavega út frá þessum rýnihóp að sumir ungi kallmenn upplifi að það sé verið að gera kröfu á það og hún passar ekki við hvernig þeim líður innra og þá myndast einhver tókstreita. Já, ég held að maður megir svo sem ekki heldur og ég skil þetta frá einu sjónarmiði. Já. Frá einu sjónarhóli segir og það er það að jafnrétti er ekki að sama og að allir séu eins. Þannig að að karlmaður getur verið mikill jafnrétti sinni en hann er samt ekki kvenmaður og það getur alveg þýtt einhver ákveðnar, við erum bara, það bara vill svo til að við erum ekki eins og við eigum alltaf að nýta okkur að við erum ekki eins og það getur auðvitað í einhverjum tilfellum getur það þýtt að einhver segjum bara einhverju vinahópar og köllum vilja gera eitthvað annað en vinahópar og konum við eigum ekkert þannig að við eigum líka passa okkur á að allir ekki að fjölbreytileikinn sem er svo góður og þessi krafum mýktina og fjölbreytileikan við endum ekki einhver í þversögn í því að ætla að íta öllum í sama formið þannig að ég sýni þessu ákveðins ég veit ekki nákvæmlega hvort að vísi hversu þannig að en ég sýni svona út frá þessu sýni ég þessu ákveðin skilning því að fólk og ég er ekki endilega að vísa í einhver ákveðin ummæli ég meira bara svona tala generalt bara að það er svona það er reiði og svona það er eitthvað svona gremja gagnvart í að það er bakslag, það er reiði gagnvart í aðarsettu fólki, það er reiði gagnvart. Já, akkurat, og ég skil, ég á reyndar með að skilja hana. Já. Þess að reiði gagnvart í aðarsettu fólki, því að það er nú ekki í sterkri stöðu og er ekki líklegt til að hafa eitthvað aftrað einum en einum í lífinu, Það er að segja öðrum framgangi annara í lífinu, Þannig ég er svo erfitt með að skilja það, ég tengi ekki við þessa reiði en ég get alveg tengt við eitthvað svona pirring eða eitthvað að fólk fær ekki vera það sjálft af því að eins og ég segi þetta snýst við verðum að virða fjölbreytileikan á alla kanta Akkurat. En hvað segir þú? Já, ég kannski er ekki að finna þetta eins mikið og er að tala en ég skil að einhver leyti að samfélagi vill einhvern veginn vera að forma sig í sama formið og það er allir að vinna 9-5 og allt þetta því og þannig að ég held að fyrir mér er þetta persónubundið náttúrulega held ég meira og ég held að koma alveg fram í þessari umræðu með þetta fjölmenningarsamfélagi að það er að koma fleiri inn og þá oft brýst reiðin út í einhverja átt að því að hún kannski kemur frá þeim stað að það er eitthvað óryggi og eitthvað, þú ert ekki að ná einhvern veginn þeim framgangi sem við sérð á kannski samfélagsmiðlum með eitthvað næstar. Já, og finna eitthvað svona blóraböggur. Já, ég held að sé meira það fyrir mér, en ég held að sé kannski alltaf erfitt fyrir mig að segja það kannski að þetta er alltaf persónubundið alltaf. Já, en þið upplifið ekki að það sé svona vegið að ykkar karlmennsku? Ekki finnst mér það alltaf. Þessi ekki verið að reyna að steypa ykkur í eitthvað fast mót
og breyta, að þú veist að gera kröfu á ykkur að þið séuð einhvern veginn minna kallar, minni kallmenn. Ég kannski bara upplæði svona minni kallmaður sko, þannig að ég finn lítið fyrir þessu allavega. En þú? Nei, já, þú veist, ég held að bara samfélagið sé bara held ég meira þarna en að því segja það ég sé sammála öllu þessu, nei, kannski það ekki en ég held að hérna, já, að þetta sé kannski meira þetta að það að vera að koma öllum undir einhvern einn hatt sem á að ganga fyrir alla sem ég veist bara sama og var að gerast í skólakerfinu í gamla daga sem allir áttu að vera viðskiptafræðingar en þú veist og þessi kunni ekki að lesa þeir þá bara fóru og gerðu bara fóru að vinna fiski eða eitthvað sko staðið fyrir að það gáttu farið einhver aðra leið í menntakerfinu þannig að ég held að samfélag þurfi bara að leyfa sér að vera það sem er fagna fjölbreytileikanum já, þú veist, hvað það segir kallkyns, kvenkyns Hvára, kynsegin, hvað sem er Akkurat Já, fjölbreytileiki má eiginlega ekki verða sko svona fórnarlamb sjálfsins eiginlega Akkurat, sko já það er svolítið mikilvægt og kannski erum við líka bara akkurat núna inn í miðju svona einhverju bakslægi sem oft verður þegar svona stóra samfélagsbreytingar er þessi stað að við sitjum kannski bara og erum að analýsera bakslægi sem er akkurat núna en auðvitað þurfum að gera það líka fjölbreytileikin má ekki verða fórnarlamb sjálfsín ég held að það sé bara mjög góð loka orð er það ekki? Takk ykkur kærlega fyrir að koma og spjalla við mig Takk fyrir mig Takk fyrir okkur